þegar maður fær svona tækifæri þá hugsa maður sig líka svona í gegnum hluti sem maður þarf að svona hefur verið að brjótast í manni. Maður þarf ekki endilega kannski, já mér finnst maður þarf að veita aldrei neitt alveg fyrir að maður er búinn að tala það og enn betur maður þarf að skrifa það niður og ég hef nú líka verið að svona vinna að setja sumt af þessu niður í grein. En síðan ætla ég að segja ykkur frá rannsókn sem hefur verið gerð. Kolbrún Jón Gunnar Bergbúlg og Sigrún Ólafsdóttir hafa gert könnun á því hverjir tóku þátt í mótmælunum og af hverju. Og það eru mjög merkilegar niðurstöður sem að koma út úr því og þetta eru mjög vönduð könnun sem gerð. Meira að segja sko könnun sem hafa ekki verið gerðar lengi þegar hún tiltölulega dýrað að fara heim til fólks og taka viðtölin sem sagt viðtöl þarna svona nokkuð ítarleg viðtöl, ekki þessi andarteppu viðtöl sem gerður gegnum síma. En það hvort ekki að bæði Jón Gunnar og Bergbúlg, ég veit að það er sumi hérna inni sem hafa haft hann að kenna að mjög vandaður fræðimaður og hann vinnur þetta sem að Sigrún Ólafsdóttir. Nú, það kemur líka fram í þessum könnunum þeirra eru afstaða fólks ekki bara hverju tóku þátt í mótmælum, heldur líka stuðningur við mótmælum, hvað þau nutu mikinn stuðnings og svo þetta sem ég var að tala af hverju fólk tók það, hverju voru ástæðurnar fyrir því að fólk tók það. Ég ætla að tala það af hverju þessi bylting var og benda á það að það sem gerðist á Íslandi á sér enga hliðstæðu að því sem ég veit. Það sem að lýðræðisríki hrifur undan þunga eigin spillingar. Og ég veit ekki neinn auðvitað bara höfuð dæmi það að lýðræðisríki hafa hrunið, það eru dæmi það. Væna-lýðveldið til dæmi sem var frá 1919 til 1983. En ég veit engin dæmi það sem að lýðræðisríki hefur hrunið undan þunga eigin spillingar. Semst án einhverju utanaðkomandi áfalla, án efnahagslegrar kreppu og án það sem var nú algengasta ástæðan fyrir því að lýðræðisríki hafa hrunið en það voru fyrir árás. Og það sýnir nú sko hvað það hefur oft gerst í sögunni að lýðræðisríki hafa hrunið. Að okkar ágæti forseti bent á það einu sinni og ég hef nú ekki séð bent á það með jafn skýrum hætti að 1943 að þá voru sko 5-6 lýðræðisríki í allri Evrópu. 1943. 5-6 lýðræðisríki í allri Evrópu og þó vítt talið vegna þess að þar inni sko Sviss sem að konur hafði nú ekki kosningarétt fyrir sko 1971 og maður alltaf svona læri eitthvað nýtt sko, ég hafði aldrei velti fyrir mér hvenær konur fengu kosningarétt í Sviss og ég var og sá það að það ekkert voru landsýning á því að konur fengu kosningarétt 1971 í Sviss. Þarna nú líka talið Finnland, það var mikið vaðmál hvernig á nú að telja Finnland 1943 að lýðræðisríki sjálfsagt ekki sko, út af ýmsum ástæðum. Meðan náttúrulega því að þá eru Finnlandi náttúrulega í styrjöld og þeir höfðu sko bannað kommúnistaflokkin í Finnlandi eftir 1918 og það var líka eitt annað í þessari sögu sko að kommúnistar fengu ekki að starfa löglega í Finnlandi fyrir en eftir seinna stríð. Þeir voru og þannig að þetta eru 5-6 lýðræðisríki í allri Evrópu og þá vítt talið. Og sko sýnir náttúrulega það að við náttúrulega þekkjum það að lýðræðisríki hafi hrunið, en við þekkjum það ekki og ég alveg tilbúinn til að endurskoða þetta, ef ég hef rangt fyrir mig þá bara ánægður yfir því, ég akadémikur og þannig ef ég getur bent mér á eitthvað lýðræðisríki sem hefur hrunið, annað en Ísland undan þunga í spillingar þá nota ég það bara sem dæmi mest. Það sem var skelfilegast við þróun á Íslandi var það
að spillingin var að aukast og spillingin var að aukast og það var þannig, náttúrulega hefur verið þekkjur náttúrulega fyrirgreiðslu og spillingu á Íslandi á fyrsta ráðherranum 1904 en það sem að gerðist fyrst og fremst þannig eftir 1999 að það hafði áður myndast samkomulag það að láta ákveðnar stofnanir í frið og inn í öllu þessu fyrirgreiðslu og spillingarkerfi að láta ákveðnar stofnanir í frið og sérstaklega stofnanir það sem var mjög mikilvægt að fólk var að leita sannleikans að láta þær í friði og þetta gerist nú allt í gegnum baráttu en þannig var til þess Ríkisútvarpið að það hafði mjög merkileg saga á bak við það og ég mæli til þess mjög eindreið með því að eru ekki búin að lesa bók Gunnar Stefánssonar Ríkisútvarpið og ég veit að Friðrik hefur gert það en að reykja bók Gunnar Stefánssonar Ríkisútvarpið það sem kemur fram að í upphafi þá var Ríkisútvarpið undir lýðræðislegri stjórn flokkarnir réðu ekki Ríkisútvarpinu og það voru háskólinn tilnefndir menn og síðan var fólk kosið beinni kosningu í útvarpsráð. Sérstaklega kosningar það sem var að kjósa til útvarpsráðs. Síðan var þessu nú breytt og flokkarnir náðu þessu undir sig fyrir 1940 og þá var það að kjósa í útvarpsráð á þingi eins og náttúrulega hefur verið og ennþá, ekki rétt. Og þá ætluðu flokkarnir að leggja undir sig fréttastofu útvarpsins líka. En þá komu ljósins á stundum að sem betur fer að fólk vex inn í sitt hlutverk. Og nú var útvarpsstjóri á þeim tíma Jónas Thorbjörnsson sem var nú skipaður af Jónas Thorbjörnsson sem útvarpsstjóri. Og hann neitaði að láta flokkana ráða mannaráðningum öðru á fréttastofum. Og hann sagði ég geti ráðið því, þið geti verið ráðið því hverju tala daginn og veginn og hverju halda erindi í útvarpið og allt það. En ég ætla að ráða fréttastofum. Annað sem líka hafði verið látið í friði og ég segi ykkur hvað ég var glaður þegar ég fór að uppgöta þetta. Að menn höfðu með það verið mynda samkomulag það að láta Hæstarétt vera fyrir utan. Þetta spillingarkerfi. Að menn flokkarnir réðu hverju voru sýslumenn og þannig náttúrulega hverju voru dómarar. Eins og við vitið að fram til í kringum 1990 þá voru sýslumennir líka dómarar. Að handhafa framkvæmdarvalds og það hafi líka mynda samkomulag það að láta Hæstarétt í friði. Og mér ekki kunnugt það og líka enn áttur tilbúin til þess að endurskoða það. Mér ekki kunnugt það að það voru flokkspólitískar deilur skipan Hæstaréttar fyrir eftir þetta spillingartímabil upp úr 2000. Nú þriðja stofnunin sem hafði verið höfður mikið átök, hafði myndað samkomulag það að láta í friði var Háskólinn. Og það hafði líka gerst í gegnum baráttu sem að því að það voru ekki til fasta reglur svo sem það og það voru deilur sem voru Háskólann sérstaklega fyrir 1940. En það þá myndað sem samkomulag það að láta Háskólann í friði og láta Háskólann ráða sínum málum. Þannig að þá komið með 3 stofnanir, Háskólann og Ríkisútvarpið, fréttastofuna og Hæstarétt sem voru látið vera í friði og síðan eins og við munum sjá að þá var sótt að öllum þessum stofnunum upp úr 2000 og það var enda líka sótt að æðstu stjórnum ýmissa ráðuneyta sem líka hafi áður þróað fagleg vinnubrögð og það nefni ég sérstaklega fjármálaráðuneytið. Það myndast á löngum tíma fagleg vinnubrögð í fjármálaráðuneytinu sem að menn voru sammála og það skipti ekki máli hvaða ráðherrar það voru að ráðuneytisstjórinn væri fagmaður og ráðherrarnir voru með þess að hættir að skipta sér að mannaráðningum í fjármálaráðuneytinu allan hríð
Og síðan náttúrulega verður það sko hérna umskipti þegar Baldur Guðlaugsson verður ráðuneytisstjóri árið 2000 sem var náttúrulega sko hafði aldrei starfað sem opinber starfsmaður, hafði enga reynslu hérna á þessu sviði og var náttúrulega bara settur þarna inn til þess að vera hluti af þeirri valdakerfi og þeirri valdaklíku sem að þá var að hérna brjóta sér til valda í landinu. Annað dæmi var utanríkisþjónustan og það var mjög mikilvægt fyrir okkur bara í háskólanum og sem var umgangast ungt fólk. Það var í stjórnmálafræði að það var komin þróun sko það að okkar nemendur gætu fengið vinnu í utanríkisráðuneytinu og það var ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytinu, hann sá algjörlega mannaráðningar sjálfur án afskipta frá ráðherra. Og það var bara lögð áherslu á það sérstaklega þegar fólk væri með MA-próf í alþjóðastjórnmálum og svo voru lögfræðingar. Og þetta náttúrulega skiptir náttúrulega feikilega miklu máli þegar þú ert að mennta stjórnmálafræðinga að fólk skuli hafa sko, það skuli vera fagleg vinnubrögð og fólk hafa tækifæri til þess að fá vinnu. Nú síðan náttúrulega eins og þið vitið þegar Davíð Oddsson var utanríkisráðherra og skipaði hann í hygg sko 15 sendiherra á 15 mánuðum eða svo. Og langstærstu hlutin af því voru sko alls konar greiðar sem hann var að gera, flokkspólitískir greiðar, þar sem hann var að skipa sko nánamenn úr sinni valdaklíku inn í utanríkisráðuneytið. Og ég nenni hérna nefna einhvern nöfn, þið vitið hverju.